Góðan daginn, Ólöf Ýr heiti ég Atladóttir og stýrði þriðju málstofunni. Nema hvað, þriðja málstofan fjallaði mannvirki, hönnun, uppbyggingu og umsjón ferðamannastaða. Við byggðum hann upp með þessum hætti og maður kannski svona skipulegri heldur en hinar. Við vorum með nokkuð framsöguerindi, það voru svona umræður og fyrirspurnir. Og í lokin þá fékk ég hann Árna Gunnarsson, forstjóra Flugfélags Íslands, til að taka saman svona hans svona upplifun af málþinginu og því ég ræðum niðurstöðurnar á eftir, þá vil ég benda á að mér til fulltingis, þá ég með enga dagbók forstjórans til að vitna í. Þannig að stay tuned. Nei. Það voru líka setta fram svona ákveðnar leiðandi spurningar, svona til þess kannski að reyna að kveikja hjá fólki ákveðnar þannig að fólk færi að pæla svolítið gagnrýnum augum með svona gagnrýnum hug í þeim erindum sem flutt voru og ég ætla kannski að fara í gegnum niðurstöðurnar rétt og eftir með hliðsjón af þessum spurningum. En erindin voru sem sagt þessi, það voru tvær kynningar í rauninni í upphafi og lokin, það var annars vegar leiðbeiningarrit vandaða ferðamannastaði. Það eru 20 eintök á sveimi hér, það ekki komið út en kemur út núna í kringum með rétt fyrir miðjan október. Í tengslum við fyrstu auglýsingu úthlutanir úr framkvæmdasjóð ferðamannastaða sem var hinn kynningin og Sveinn okkar Rúnar hjá Ferðamálastofu, hann sá báðar kynningar. Kristín Þorleifsdóttir var með hugvekju staðarímynd og staðarupplifun. Arnar Þór Jónsson beindi okkur á stefnumóti náttúruna sem var í rauninni kynning á nýjum salernishúsum sem eru samstarfsverkefni Arkís og Ferðamálastofu. Síðan var hugvekja nauðsyn og ávinning góðrar hönnunar á ferðamannastöðum og Elías Guðmundsson hérna frá Suðureyri, hann kynnti svona hvernig Suðureyri hefur verið að byggjast upp á svolítið heildstæðan hátt og eftirtektarverðan í góðu samstarfi við hönnuði. Þannig skulum fara aftur að spurningunum. Ég vil líka taka fram að það voru afspurnu frjóar umræður á eftir og í rauninni fór fólk út talandi sem ég held að boði gott fyrir framtíðar umræðu þennan vettvang og vonandi að þetta verði bara kveikjan að góðum verkefnum og góðum hugsunum og frjórri umræðu áfram. Ef við horfum á fyrstu spurninguna, hvernig getur hönnun aukið upplifun ferðamanna á ferðamannastöðum, að þá ræddi Kristín Þorleifs mjög mikið þessa aðkomu að smáum þéttbýlistöðum. Það hvernig oft liggur vegurinn einhvern veginn beint í gegn og það ekkert sem að fær augu eða huga til að staldra við og vilja stoppa. Við erum á hringbrautinni, við erum á hringvegi númer 1 og ef að vegurinn liggur ekki beint í gegnum þorpið þá eru stöðluð skilti þéttbýlisstaði sem að beina manni svona inn á það að þarna sé nú einhver hús sem að reyndar sér oftast nær í fjarska. Að vísu kom athugasemd þessu umræðu að það væri líka þannig að þessi staðir vildu oft vekja sér athygli til að beina fólki inn, en engu að síður var þetta þörf hugvekja það hvernig bjóðum við fólk velkomið á smáa og stóra staði landið. Þar kom líka inn að þá skipulag til dæmis umferðarmannvirkja og raunar samar það að Vegagerðin hefði átt að fjölmenna á þessa ráðstefnu. Ég sé það líka að fyrri kynningunum Ingulínar. Dagný, hún ræddi svolítið það með hvað hætti áningarstaði geta dregið aðdráttaraflið fram í dagsljósið, þar hvar við stoppum, með hvað hætti reynum við að ramma inn og hvernig hefur þetta verið gert til dæmis í Noregi. Hún kynnti það, hvernig Noregur hefur svolítið verið að byggja markvisst upp og byggt upp net ferðamanna vega sem að hafa svolítið vakið athygli og hvernig það skipulag gerir það að verkum að fólk laðast að þeim stöðum. Og svo það þessi spurningum það hvernig við bjóðum ferðamanninum heim og þá voru miklar umræður og góðar það hvernig gerum við þetta í þéttbýlinu. Við kemum nánar á eftir í tengslum við spurningu númer 2. Það var einhver sem benti á það, hún Sigurlaug benti á það að sveitin væri í rauninni ferðamannastaðurinn sveitin og þar þyrfti líka að taka til hendinni, það þyrfti við líka að horfa á þessa heildstæðu uppbyggingu, það hvernig við drögum fram aðdráttaraflsstaðana og hvernig við fáum fólk til að njóta þess að vera í íslenskri sveit sem að auðvitað í tengslum þessu öflugu fyrirtæki sem að ferðaþjónusta bænda
hefur verið að halda utanum. Og svo í rauninni að þessum náttúrulegu svæðum. Þannig að þetta allt frá í rauninni óbyggðum svæðum og í borgarumhverfi þar sem við þurfum að huga að því og í þá í gegnum hönnunarferli þar sem að fólk og horfir sérhæfðum augum á það akkurat með hvað hætti þetta hægt. Nú önnur spurningin, hvaða þýðingu getur markviss uppbygging á forsendum ferðaþjónustunnar haft á samskipti og samspil milli gesta og íbúa á áfangastöðum. Svolítið gána þessar spurningar eru rosalega svona bjúrókratískar en umræðarnar voru það svo sannarlega ekki. Kristín Þorleifs, aftur svo ég vitni nú aftur í hana, hún kom inn á það að íbúar á ferðamannastöðum, þar sem íbúar ræða, þeir setja sig, eða geta verið, það má hugsa sér þá í hlutverki leikara, á meðan að þá ferðamaðurinn er þá gesturinn eða sá sem að virða fyrir sér einhvers konar leiksýningu, en þetta kannski ekki alveg rétt, en þess að auðvitað viljum við að upplifun fólks á þeim stöðum sem að það sækir heim sé raunveruleg. Það sé verið að upplifa eitthvað raunverulegt, það sé ekki einhverju leikarar sem að hoppa og séu næslega þreyttir á þessum ferðamönnum, heldur að það sé einhvers konar ekta samspil á milli gesta og íbúa. Og það gerist nú oft í kringum það að ferðamannastaðir, og þá horfi ég kannski sérilegi til þéttbýlisstaða núna, þeir byggjast upp, að því ef ég vísa núna í erindi hans Elíasar, að þá hefur átt sér stað á Suðureyri uppbygging síðan 2004, þar sem menn hafa hugsað sér til langs tíma, menn hafa byggt upp, hort á svolítið hver þeirra menningarlegi bakgrunnur í til dæmis í tengslum við húsalistina. Ég átti því lána að fagna að heimsækja Suðureyri í vor og það var mjög gaman að sjá hvernig þau hafa hugsað þetta út frá allri aðkomun einhvern veginn og út frá því hvernig þau eru, hvaða skilaboð þau eru að senda sínum gestum á sama tíma og það er byggt á þessu raunverulega lífi í þorpinu. Og hann talaði líka það að þeir hafa haft mikið og gott samstarf við hönnuði og hvernig út frá þessu og út frá því að hugsa þetta til langs tíma, það hefur verið búið til í rauninni kannski betra umhverfi að mörgu leyti fyrir íbúana. Fasteignaverð hefur kannski ekki hoppað upp í hæstu hæðir sem er kannski eins gott eftir 2008 sellaminninga, en að það hefur aukist, það er hreyfing á fasteignamarkaðunum á Suðureyri. Þeir hafa farið í gegnum alls konar vottunarferli þannig að afurðirnar sem eru að framleiða, því að auðvitað Suðureyri ennþá þorp sem byggir á fiskvinnslu, hvernig þær hafa bæði hækkaði verði og verið vottaðar og þar alveg hafa opnað sérstakir markaðir fyrir þær og hvernig íbúarnir hafa þá líka svolítið fundið sig í því að vera að búa á stað sem hefur ákveðin skilaboð og lifir stoltur í því sem hann er. Og þar kemur líka auðvitað þessi markvissu uppbygging og hönnun til sögunar. Og ég fer svo í lokin að spurningu númer 3, hvernig var standað uppbyggingu ferðamannastaða á Íslandi og spurningin þá eru allir staðir á Íslandi, vænlegi ferðamannastaðir, að það var í rauninni þeir sem fóru beint inn á að svara þessari spurningu, þær reyndar, þau komu í rauninni að því að Ísland er allt ferðamannastaður og við eigum að hugsa í rauninni alla okkar móttöku og allt sem við gerum út frá því að við erum bæði gestgjafar fyrir erlenda gesti, við erum gestgjafi fyrir innlenda nágranna okkar sem við viljum líka að sækja okkur heim og við viljum líka hafa einhvers konar samskipti við þá, þar sem að við kynnum okkur og kynnumst þeim og auðvitað eru við, sem að vittu nú bara í Tómas, við erum auðvitað gestir og hótel okkar í jörðin, en allavega við erum gestir stundum heima hjá okkur og það skiptir líka máli hvernig við byggjum það upp og með því að hugsa á heildrænan hátt, með því að reyna að skapa okkar sérstöðu, með því að reyna að fá til liðs við okkur og koma með þessa kannski atvinnugreinar sem hafa svolítið verið ekki nógu nálagt en hver annar en hafa verið að nálgast, að þá getum við reynt að búa til þennan viðkomustað, við múum ekki vera hægt að nota hendurnar svo mikið, þennan áningarstað sem að í rauninni býður okkur öllum að koma og heimsækja sig og býður okkur öll velkomin. Og nú ætlum ég ekki að segja meira. Takk fyrir.